lýsa? Býtum við var ekki... Er Andrés ekki að lýsa? Andrés og Helgi ætla að lýsa. Það er ekkert stress. Yngvar er eitthvað að missa sig. Dressing. Já, það er viktigt. Ég er svo lífum bara. Sem við veikjan á 7 hugsa bara. Þetta á... Yngvar.
Þannig að Chicago og á það verið eitthvað hátt? Nei, ég er bara svo undir hann að heyrðist, bara ekkert mjög hátt. Ég verið að tala yfir það, skilju. Bara svona temmilega, bara svona. Andis, eru klárið? Er kalt það? Það er kalt. Herri, þið ykkur klárið? Er eitthvað liða? Já, hringt að lýsa liðum, það er svo bara að byrja á því. Ég fæst það að segja. Ég lofa. Við erum spila núna. Já, góð dag, kæru veldagestir, þá er komið að næsta úrslitaleik hjá okkur. Það er FH Selfoss í fjórða kalla yngri og ég ætla að byrja á að kynna fyrsta leikmann Selfoss inn í hús. Númer 11, Alexander Rafkjelsson. Og hjá FH númer 1, Júlíus Bjarnason. Númer 12, hjá Selfossi, Einar Ágúst Ingvarsson. Númer 5 hjá FH, Gunnar Jarl Ívarsson. Númer 7 hjá Selfossi, Sölvi Svavarsson. Númer 9 hjá FH, Ísak Guðbjörnsson. Númer 13 hjá Selfossi, Gunnar Flósi Gretarsson. Númer 13 hjá FH, Sigurður Karel Gíslason. Númer 17 hjá Selfossi, Fannar Ásarsson. Númer 15 hjá FH, Arnar Sigfússon. Númer 19 hjá Selfossi, Einar Kári Sigurðsson. Númer 17 hjá FH, Veigar Snær Sigurðsson. Númer 21 hjá Selfossi, Þorsteinn Freyr Gunnarsson. Númer 21 hjá FH, Gísli Hafþór Þórðarsson. Númer 23 hjá Selfossi, Aron Emil Gunnarsson. Númer 23 hjá FH, Einar Örn Sindrason. Númer 25 hjá Selfossi, Haukur Þröstason. Númer 27 hjá FH, Vigni Guðnason. Númer 33 hjá Selfossi, Haukur Páll Hallgrímsson. Númer 31 hjá FH, Logi Ólafsson. Númer 37 hjá Selfossi, Bergsveinn Vilhjálmur Ásmundsson. Númer 37 hjá FH, Sigurður Þórðarsen. Númer 39 hjá Selfossi, Daniel Garðar Antonsson. Númer 99 hjá FH, Teitur Magnússon. Og númer 45 hjá Selfossi, Daniel Karl Gunnarsson. Þjálfari FH, Einar Geirsson, Ágúst Eli Björgvinsson og Hlynur Jóhannesson. Og þjálfari og starfsmönnur Selfossi, Örn Þröstason, Sverrir Andriðsson, Stefán Árnason og Jón Birgir Guðmundsson. Dómari leiksins, Matthías Leifsson og Örn Arnarsson og eftirmaður HSG Valgeir Egill Ómarsson. Góða skemmtun! Þessi tvö lið enda í fyrstu og öðru sæti í Guðsudeild. Spiluðu 2 leiki, FH vann annan leikinn með 3 mörkum, hinn fór jafntefli. Það má með sanni segja að þetta séu 2 bestu liðin í þessum árgang. Já, þetta eru flottir strákar og þetta verður gaman að sjá þegar að lenda þessi 2 bestu lið saman og stundum hafa komið svona wildcard inn í svona úrslitaleiki sko, en núna fáum við klárlega 2 bestu liðin, þannig að það verður mikið barátta og verður bara gaman að sjá þessa efnilegu strákar spila. Já, svona miðað við eins og nú náttúrulega hefur maður ekki séð mikið af þessum liðum, en við horfa bara á tölunar úr deildinni, þá er Selfoss greinilega með mjög sterkt varnarlið sem er að fá lítið af mörkum á sig, þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta verður og FH verður að skora meira, þannig að þetta verður svona væntanlega leikur, sóknar og varnar sikur megin. Já, það sem ég hef séð þessu, ég held að FH hefur verið að skora mikið úr hraðaplöpum, þannig að það er spurning að þeir ná að halda vörninni, að þá geta þeir skora mikið úr hraðaplöpum, en Selfoss er klárlega með vel skipulagt varnarlið, miðað að þetta eru strákar, sko, við erum að athuga, sko, þetta eru strákar á yngra ári 4. flokki, sko, það er alveg ótrúlega hvað þeir eru komnir langt í skilning og bæði liðin reyndar, sko.
Þetta ætti að vera stórskemmtilegur leikur en okkur. Já, ég handviss það verður gaman að sjá hvernig þetta verður náttúrulega alltaf eitthvað stress í byrjun og þetta úrslitaleikur en þetta það sem gefur gildi, hérna byrjar að læra að spila úrslitaleiki. Það skemmtilegt að segja að dómarnir sem að dæma þarna eru stórvinir mínir, Matthías Leifsson og Örn Arnarsson. Matthías að dæma fyrir Fjölni Þannig þú ætlar ekki að gagnrýna það mikið þannig að þeir verða áfram vinir þínir. Við sjáum til eftir hvernig þeir standa sig. Já. Þeir byrja hérna strax F-fangarnir á fullu gasi og gera þetta bara vel. Leikmaður númer 37, Sigurður, skoraði bara strax, kom yfirhanda að finta á bakverði og góðu bolt í hornið. Sjá hvað Selfoss gerir hérna, hvort að þeir séu jafn rútineraðir. Já, þetta sko. Þeir ekki trætti við þetta. Leikmaður númer 33, Haukur Páll, bara fór beint upp í skot, miðjuleikmaður. Þetta byrjar allan ekki leikur varnarna. Nei. Það er eitthvað svona, örgulega stressi segir hann til sín, menn aðeins að finna sig með byrjun leik. Jú, ég held að það sé bara gott að fá svolítið að mörkum í byrjun. Þá fáum fjörlegri leik og við viljum fá mikinn æsing í þetta. Vel gert hjá honum og mark aftur. Tekur Selfoss ræða miðju, sjá hvort að þeir setja eitthvað upp eða byrja bara að stimpla. Glæsilega gert. Gefið fyrir aftan bak leikmaður númer 33. Þetta er alvöru sko, þetta viljum við sjá. Og línumæðurinn beint upp í skot. Setja smá fút í þetta. Ég veit ekki hvort að Bergur vinur okkar hefði gripið svona sendingu. Það er útsendingarstjórinn Bergur, línumæður hérna við hliðina á okkur, þannig að við verðum að gefa honum smá kredit. Já. Við glemdum náttúrulega að kynna okkur, ég heiti Helgi Kristjón. Já, og Andrés heiti ég Guðlaugsson. Svo kemur hann aftur í yfirhanda. Bergur hótar að lækki mér ef ég gagnrýna mikið, en við skulum þá bara hrósa honum frekar. Staðan voru 2-2 eftir 2 mínútur, þannig að það er mikið læti í sér byrjun. Fríkast þarna, þetta er. Þetta heldur svona áfram að verða mikill markaleikur. Já, ég held að þessi lið séu bæði mjög viljug í árásum. En hending komin upp hjá dómurum. Selfoss kemur í hraðaflaup. Línumæður greip ekki, þetta var kannski full flatur bolti eins og við sér. FH kemur strax í árás og vel varið. Skiptir miklu máli að fá markmenn í gang og varið hinum megin. Þú sér sko bæði lið vilja spila hraðaflaup sko. Þessi FH-lið er stela mikið greinilega. Já, þeir bara skilgreina sig í þessu að þeir vilja, þú sér hvernig þeir spila 3-2-1 vörn og telja leikmenni vera nógu sterkir til þess að vinna bara maður á mann í vörninni og síðan stela þeim megin sem að árásin er ekki. Mér persónulega finnst þetta mjög skemmtileg vörn, maður að segja 3-1 vörnin. Hún er mjög skemmtileg og hún býður upp á mikla möguleika fyrir varnarlið að fara í hraðaflaup en þú jafnframt verður að vera með góðan hafsend. Og þessi stjórnumarkur í Selfoss sem að geta fyrir Haukur Þrastason. Og það er svolítið erfitt í þessum aldursflokki, sko, hafsendin verður að vera mjög klókur varnarmaður, sko. Hann er alltaf undir, hann er alltaf að hjálpa, sko. Hann verður að fórna sér endalaust, sko. Staða 3-3 núna og þetta er ennþá mikið skora, sérðu. Þeir gera þetta mjög vel, þeir stimpla mjög grimmt F-fangarnir. Fastana Selfossi er ekki alveg nógu góð allan en er byrjað að byrja með. Nei, ég held að þeir séu bara, það er smá stress í mönnum, þeir eru eftir að finna sig. En FH heldur áfram að vera mjög framalega, þú sér sko hvernig þeir eru að vinna þetta, þeir eru alltaf meira sem spila 3-2-1 vörnina þannig að þeir eru nánast í 4-2. Það er alltaf 2 frammi.
Þetta hættan, bakvörður fyrir langt út, missir mann í yfirhandafintu og hornamaður kemur ekki í hjálp. Þarna verður hornamaður að koma að hjálp og skilja sinn mann eftir. Alltaf betra að fara inn á hornin heldur en inn á miðteig. Já, náttúrulega það þrítveru vörn byggist á því að þér er alveg sama hvort að þú lítir illa út. Þú ætlar alltaf að koma að hjálpa, hjálpa vörnin er svo mikilvæg í þessum framlíkjandi vörnum. Og FH kemur þarna. Ég hef nú trú að annarkvort liðið fær nú að taka time-out Það eru komið 9 mörk á 5,5, þannig að þetta er svona... Það er rosalega mikið skorað hérna. Mikið skorað. Sér kemur hann aftur á hann, Er þetta af víðfrægu Þrastarfjölskyldu þessi drengur, Skytta? Það er nú bara... Maður þekkir ekki nógu vel bakgrunnin hjá þessum leikmönnum, en hann er allavega áræðinn og tekur mikið af skotum, þannig að það er gaman að vita hvort að þessi enn einn Skyttan að fæðast af Selfossi. Þetta skýrir sig svona gott fyrir austan, það er fæða búið til mikið af Skyttum. Þannig að kom svona fyrst álur vörninu og fá hann blokkana í vörninu á 25. Já, þetta er það sem að Selfoss vill, miðað við hvernig þeir eru að vinna vörnina. Þeir eru með í bara 5-1 vörn og svo ætla þeir að taka hávörnina á móti Skyttunum. Ég sá hérna að FH-þjálfararnir voru að segja að fara niður í 5-1, það er hann ekki nú ánægður með fyrir uppbyrðina? Nei, þeir eru búin að fá á sig 5 mörk á 6,5 mínútu, það hefur ekki, það er búið að vera einn varinn bolti sitt hverju megin, það er þú verður að fara að gera eitthvað, Það er alltaf hættulegt þegar komið svona mikið af mörkum í byrjun. Gera þetta vel, líkast, tók skemmtilega klippingu. Hending kemur upp hjá dómurum, ég sammála því. Fríkast, þetta er hárrétt. Og áminning, þetta er hárrétt. Þetta er gott ef matta hann hérna. Línumaður búinn að vinna sér stöðu og varnarmaðurinn er meira að hugsa að grípa í línumannin heldur að vinna boltann og það var það klárt, það er bara áminning. Þannig að það kemur ný sókn hjá. Þeir leita mikið FH-ingarnir að skoða mikið. Kemur hann í árás og vel var, þetta var reyndar hefðu á tilfinningu að það hefði verið skref á hann, við látum hann njóta af hans koma þér að Selfoss, þetta var góð vörn, þetta var, sérðu, komin í 2 hérna, vel hlaupið tilbaka. En það er greinilega sóknuleikunum fer svolítið mikið í gegnum leikmannum með 17 og FH. Já, hann er allt í öllu hjá þeim. Mjög áræðinn. Já. Eins og verður greinilega meira í því að stinga sig í gegn eftir að kannski að hoppa upp og skjóta. Já. Haukur er greinilega allt í öllu þarna hjá Selfossi og ég ætla að fara að hrósa hann á hann fyrir varnarvinnuna, hann er hérna vinstri Skytta og hann hljópa alveg skáhallt yfir alla völlur og vann boltan hérna á hann, þannig að þessi strákur er mjög kvikur og með mikið skilning á því sem er að gera. Og maður hérna þeir léleg sendingar í horninu, hann var búinn að fá yfirtölu og víti, klárt, og 2, já. Missir hann á milli. eins og tölum á hann að leikmannum með 17, hann er allt í öllu. Já hann virðist vera komið góða leikskilning þessi strákur Veigar og þeir taka mikið af klippingum þar sem hann reynir síðan að fara á milli 1 og 2 bæði vinstra og hægra megin. Við ætlum að halda áfram að háu markaskor í þessu. Já, þeir fara í þeir fara í raun og veru þeir ætla að fara að plúsa núna hérna, þeir ætla að fara plúsa vinstri vangi. Stýrt sér leið línumaðurinn, mark á boltan, hárrétt. Ég sjá það klókur þessi strákur, hann hélt að þeir var búin að taka fríkastið og tók hann bara. Þarna gátu þeir alveg fengið, hann hefði alveg getað fengið víti, þeir voru
báðir farnir að verjast inn í teig en þetta var svo sem allt í lagi. Og Selfoss komin niður í, þeir eru náttúrulega einu færri og verða þá detta niður. Vel varið, þetta viljum við sjá hjá markmanni. Búinn að splitta niður, hann skilur fótinn eftir til að taka ef skotið er dregið yfir. Þetta er góður skilningur hjá markmannum. Þeir plúsa áfram þess að þeir einu og hann er greinilega á að skjóta mikið. Hann er greinilega upptækið að svolítið að spila í gegnum hann og hann verður skítur. Já, það er greinilega Haukur á að gera mikið, sko. Góð vörn núna hjá Selfoss. Já, þeir eru klókir varnarlega, sko. Sjá hvað FH setur upp, þeir fara beint í 4-2, þeir eru einu fleiri, bara svona hefðbundið og skotið. Stoppa, hann meiddist mjög illa held ég, misteig sig. Þetta var ekki fallegt. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Í sýndist hann stíga ofan á ristina á varnarmannum þegar hann lenti. Það er Ingvar stjórna þessu öllu með harðri hendi. Nú vildi hann fá músík svo hann geti dansað af því að það var leikur í stopp. Hann átti hakan burt átakinu en hann verður að dansa og reyfa sér reglulega. Hefur trúað því að Ingvar dansi í hálfleik? Það kemur bara ekkert óvart. Nei, það kemur ekkert óvart. Kemur ekkert óvart í þessu. Það er athyglisíki á háu stíi. Það getur allt gerst í þessu. Jæja, við sjáum hérna núna að FH er svona aðeins myndutökin í þessu en jafnt á öllum tölum þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist núna. Nú kemur leikmaðurinn inn hjá Selfoss og það er jafn margir. Sjáum hvort að FH breyti vörninni eða plúsi áfram en hann færir yfir. Þannig að hann fylgjur honum bara alveg. Já, hann má náttúrulega ekki fylgja honum, hann má ekki taka úr umferð en hann má hindra skotin. Víti og 2 eða áminning. Hárrétt, þetta er hárréttur dómur. 2 hefði verið kannski fullt strangt af því hann var ekki komið með gult en þetta er hárréttur dómur. Og hann skorar örugglega drengurinn, Haukur er komið 5 mörk hérna, 5 af 7. Það er svakalega mikið að vera komið 5 af 7 mörkum. Já, það er hans átala. Þú vilt helst að þetta dreifist meira, það má ekki mikið koma til þess að þú lendir í vandræðum. En meðan hann er heitur þá er þetta allt í lagi. Þeir eru ekki að hafa áhyggjur af meðan. Vel varið, sérðu, hraðuplaup. Það er kæruleysislega gert hjá honum, ég held að hann hafi haldið að hann væri með línu. FH kemur hraðuplaup og skorar. Þeir eru fljótir að refsa FH-ingarnir. Já, þeir skilgreina sig alveg sem hraðuplaupslið FH-ingarnir. Þú sér þeir voru bara farnir strax af stað. Leið og þeir sá að skotið var mishefna, þá voru bara farnir. Það er bara 2 skildir eftir, 4 í árás. Og aftur gera hann glæsilega sendingu. Óhefnir Selfyssingar núna. Það var býtt slútið á hann en hann er bara óhefn hann. Já, þetta var bara vel skotið, hann fer vel hátt upp með hendum og skýtur upp í fjær. Þetta gæti alveg verið inni líka. Það fer ekki allt inn en þetta var vel framkvæmt hjá honum allt saman. Það reyndar hefur kannski mátt nota hornið betur, það var með mikið pláss. Selfyssingarnir segja, þú faraðir að verða aðeins aggressívari Selfoss í vörninni, þeir hættir að liggja alveg marflati niðri. Kemur saman hreyfingin aftur hjá þeim, boltinn á að koma yfir, sérðu hérna yfir á hann og svo árás. Það er greinilegt að Veigar á að gera allt saman hjá FH. Hvað er með núna? Hvað gera þeir? Já, þetta eru 2. Það held alveg saman hversu óvart eða ekki, það breytir ekki öllu. Hann fer í andlitið á honum, hann var full æstur. Líka voru alltaf nálægt líka hann þegar það tryggast í teki. Já, en hann er svo sem bara ámyndan fyrir það, en svo fer hann í andlitið á honum. Þetta var ekki viljandi, en svona eru reglurnar.
Sérðu, FH fyrir strax í 4-2 og þeir velja að reynda rátt, sko. Hornamaðurinn á ekki að fara inn þarna. Það alveg á tæri. Allan ekki úr þessu færi. Nei, það eru komna 2 sendingar, þú ert ekki búinn að ná yfirtölunni. Veigar fer inn aftur, fær í 4-2. Já, þeir eru, sýnist mér FH-liði vel skilgreina sig vel sem sóknarlið. Svo þarna fari strax einu fleiri, fari 4-2, fá yfirstimplun og fá yfirtölu. Það er mjög flott hjá svona ungu liði. Glæsilega. Allir undraðarskóta ná. Já, þessi strákur, hann er mikill bolti í þessu strákur. Það er búinn að taka 2 sendingar fyrir aftan bak, að taka skot, undirhanda skot, þetta er mikill bolti í honum. Þarna velur hann rámt. Þeir verðast vera svolítið, þannig að örri að taka skotin en að einu fleiri. Já, þeir vilja taka strax, sko. Já, þarna var hann heppinn. Já, ég ána með dómara núna. Hann hefði getað rekið út af, en það hefði verið strangur dómur. Þannig að hann gefur honum bara gult. Þetta er sanngjarnt, þetta er vel gert hjá honum. Hann er líka ekki að stíga undir hann eitthvað leitt. Já, en það er bara, þetta er svolítið dýrt af því að hann meiðist ekki, hann er að reyna að stíga fyrir. Það hefði alveg verið hægt að réttlæta á 2 mínútur en það hefði verið illa. Sérðu hvað hann gerir aftur? Frábæra hreyfingar hjá honum. Það var leikskilningi að gera þetta. Þessi feiksending niður og fara þessu sjálfur í gegn, var alltaf fór hreyfinguna á vörnina. Það þarf leikskilning til að gera þetta. Það er ekki allir sem að sérstaklega ekki þessu flokki sem myndi að fatta þetta. Nei, þetta er frábær leikskilningur þarna. Það sem að ég held að sé að gera svona, við erum að fá fleiri og fleiri leikmenn, yngri leikmenn sem eru komin miklu lengra í fræðunum heldur var fyrir kannski 15 árum síðan. Og þessi strákar horfa svo mikið, ekki bara á leiki, þeir að horfa á vídeo, þeir að horfa á svo klippur, það er endalaust inn á netinu. Þannig að þeir eru búin að læra, þeir eru komin miklu lengra heldur var fyrir kannski, sem ég segi, 15 árum síðan. Það eru handboltaleikir á hverju kvöld orðið í einhvers staðar á netinu, þannig að þeir geta alltaf verið að horfa á topp handbolta. Má ekki líka segja að þjálfunin hafi náttúrulega líka... Jú, þjálfunin er fleytt mikið fram og hann er lentur, það er rétt hjá honum. Það er rétt, hann var lentur. En FH er svona aðeins, eins og við talum á hann, aðeins myndutökin, þeir eru að skríða aðeins fram úr, sko. Selfoss er að elta. Haukur er ekkert að hætta að skora, hann er 2 úr vítum og 4 úr skotum, þannig að þetta eru 2 strákar sem eru svona ber upp sóknarleikinn svolítið hjá þeim. Meðan að 5 hafa skorað hjá FH, það er það svo dreifing sem við viljum fá. Sérðu? Flinkir þessi strákar. Leikmann nr. 23, Leifur Danamar, Einar Örn Gunnarsson. Þessi vonum finnst gaman að skjóta þessum. Já, það finnst það öllum á þessum aldri, sérðu? Og nú fær hann 2, nú fær hann 2. Nú fær hann 2, þetta er annað skipti, hann fyrir gult á hann, þetta er bara hárrétt og víti. Við sjáum þeir eru með samskiptabúnaðar með dómararnir, þannig voru svona að spjalla saman hvort þeir ættu reikinn út eða ekki. Já, þetta er það sem er mikil framföra þegar dómarar geta að tala aðeins saman og því að það er ekki nóg að vera bara með einhverja bendingar, það er gott að geta rætt aðeins saman og... Það munar öllum. Já, það munar öllum. Sérstaklega fyrir líka geta þær tala saman og rétti dómarinn getur að taka ákvörðun, það lítur líka oft betur út. Já, það lítur betur út það er alveg hárrétt. Sjáum hvað gerir FH núna. FH einu færri, sérðu, taka þessa klippingu.
allar að taka, tekur boltalausu klippinguna og fær boltan tilbaka, hann átti að sækja milli 1 og 2. Þeir reyna að vaflaust aftur. Trúa því. Hending kemur upp, hárrétt og skorar. Þetta er greinilega mjög öflug skytta en að vinstri skyttina en 23. Mjög öflugur en það sama skapi sko, við, það eru komið 13 mörk sko. Varnarliðið mikla sem við vorum að rósa hérna fyrir leik og það er búið að fá 13 mörk á sig á 18 mínútum. Það er líka, það er bara, það er engin vantar allt svona, hvað maður segja, aggressív í það, þeir eru ekki að mæta, þeir eru ekki að brjóta. Nei, ég var mjög spenntur að sjá hvað gerist í hálfleik hjá báðum liðum þegar þjálfararnir geta að tala við þá og aðeins og róa þá. Sérðu, vel varið, lentur. Það er bara hárrétt hjá þeim. Já, stígurinn. Já, þeir eru. Gaman að þessu, sjá hvað þessi strákar eru, sko, strákar í 9. bekk, sko. Það eru órægir við að pröfa eitthvað og sending fyrir aftan bak. Núna snúningur í loftinu, skotið. Þetta er það sem þeir hafa verið að horfa á. Toppleikmenn út allan heim gera og þú tileinkar þetta strax. Ef við gerum þetta bara strax þarna, þá verður alltaf betur og betri leikmaður. Þú komir svo langt fram á því, sko. Frábært að sjá þetta. Jæja, Selfoss kemur núna, komið 3 mörk undir. FH vann þessa periódu 2-1. Þú vilt ekki láta liði sem einu færri vinna þegar það er einu færri, sko. Það veit aldrei á gott. Markmenn að komast í gang og þeir halda áfram. Og leikmaður með 23 í liði Selfoss, þessi var Aron Emil Gunnarsson. Þetta er alltaf, finnst mér spurning. Nú var FH tilbúið að taka miðjuna, á ekki bara að flauta eftir hverju erum við að bíða, eftir að menn fari fram yfir. Þetta er alltaf spurning, hvað ertu stattur? Vel varið. Ég held að það sem hann er að taka þarna er bara miðjumaðurinn er svo mikil ferð. Jú. Skref, þetta var hárrétt. Þetta er hárrétt. Jú, þetta er að því að nú sér maður þetta mikið í meistaraflokki að leikmenn fá að taka þetta á ferðinni, miklu meira heldur en yngri flokkum. Við erum að horfa á lið sem eru varla á stíginn á miðjuna þegar þeir flauta, sko. En það líka, þú veist, þannig að ef þú horfir á handbolta úti, þá, þú veist, þeir fá þetta ekkert úti. Nei, fá ekki að gera þetta úti, en kemur hann, sko. Leikmaður með 23 í liði FH með 4 mark, Einar Örn Sindrason. Hann er algjörlega eldi akkurat núna. Já, hann er búinn að taka sko 2 í uppstökkum og 2 undirhandar, þannig að það er erfitt að ákveða hvernig eigi að taka hann, sko. Þú sér hvað FH fara að gera núna, þeir ætla að halda áfram að plúsa vinstri vænginn, setja hina neðar, kolrátt. Þetta verður við ekki að það var bara léleg vörn. Já, þetta er bara vörnin alveg skelfileg. Við erum að fá jafn mörk núna í fyrra hálfleik eins og í öllum leiknum áðan í 4. yngri kvenna sem að Víkingur vann, þannig að þetta er talsveit meiri hraði hjá strákunum heldur en stelpunum. Þeir eru komaðir í innleysingu, komaðir boltinn yfir og þeir gera þetta mjög vel, þeir eru búin að taka þetta báðum megin. Þannig sem Veigar á að fara á milli 1 og 2 í árás. Og hann er það. Þetta var mjög skemmtilegt, vinstri að hann prófa boltanum inn. Þeir eru að gera þetta flott, en ég held að ég hræddur að það verði einhver hávaðin í klefa hjá þjálfurum beggja liða. Þessi varnirnar er ekki búin að vera sterkar. Nei, það sem ég held að þarf að gerast fyrir það lið sem ætlar að vinna þennan leik í seinna hálfleik, að menn verða aðeins að taka sig á varnarlega, sko. Og sér koma þær aftur, fyrir hann á milli.
Sérðu, hann er óhrættur. Óhrættur. Já. Heimskulega ákvörðun hjá hann sem hann hefði getað skotið venjulega. Jú, en þetta, þú ætti að vera svolítið töffari líka. Já. Það fylgir, sérðu. Hot, já, hann gat dæmt fríkast en ákveður bara að dæma hotni, þetta var mjög vel gert hjá. Þeir að vera að dæma þetta mjög vel að mínum mati. Svo koma þær aftur. Þannig að þetta var línusending, drengur. Já, hann sá bara ekki línumannin, hann var hann búinn að ákveða að skjóta. Sko. Kemur Þrastason. Og þetta er tíðavarp fyrir Selfoss, skulum við þetta Haukur Þrastason. Já, og þetta er kosturum fyrst mér að í yngri flokkum með bannað að taka umferð. Já. Það þýðir það að leikmenn fá að njóta sín. Algjörlega. Ég vil helst bara, ég vil meiri sé að fara að ganga lengri í þessu, það er að ég vil ekki leyfa að skipta milli varnar og sóknar í yngri flokkum. Nei, ég líka heyrði eina mjög góð uppástungu sem að mér finnst persónulega mjög skemmtileg, er að láta liðin spila mismunandi varnir, ekki spila sömu varnir á tímann. Já, sko, svo teóri er notuð til þess í Frakklandi, þá er ákveða liðin fyrir leik hvaða 2-3 varnir er að spila í leiknum, það er ekki sagt það er ekki sagt hvenær leiksins á að gera það, heldur þeir eiga að taka ákveðna marga mínútur í hverju varnaafbrigði, það er mjög góð hugmynd, en mér finnst það, sérðu, og hérna, ég er alfarið á móti því að taka umferð og ég vil ekki leyfa að skipta milli varnar og sóknar. Þú átt að læra að þroska sem alhliða leikmaður. Það er það er heimskulegt. Það er heimskulegt. Og hérna, Þeir geta ekki kvartað undan þessu. Nei. En við erum að sjá, það er orðið 18-15, þetta er alveg rosalegt sko. Það er mikið skorað þessu. Þetta er bara nánast eins og við myndum sjá í hálfleiksspölur í meistaraflokki í 30 mínútna leik. Já, þetta er sko, ef þetta endar svona 18-15, 18-16 og þetta heldur áfram, þá ertu komin í 40-36, 40-32 í leik sem er 50 mínútur. Það er óheyrilegt sko. Það er mjög mikið. En maður hefur á svona tilfinningunni að seinni hálfleikurinn verði aðeins minna mörgum og kannski meira aggressífur. Já, allavega það þarf að þeir þurfa að fara að stíga upp bæði liðin sko. Menn geta ekki verið ánægð með þetta og vilja laga þetta. Það lítur að vera. En það er náttúrulega gaman fyrir áhorfendur og gaman fyrir alla þegar þetta er svona. Þetta er nánast bara eins og borðtennis. Það er bara fram og tilbaka. Þetta er svo góð lota í borðtennis. Já, þetta er búið að vera spennandi og skemmtileg leikur en alltaf ef við horfum á í markaskorana hjá Selfossi, það er bara 3. Já, það er hættumerki. Það er hættumerki. En sjá núna hvað leggur Selfoss upp. Nú er þeir í annars skiptið einu fleiri. Þeir leysinn, taka einn. Þetta var allt hárrétt framkvæmt hjá þeim. Yfirtalan rétt, en þetta varði markmaðurinn bara frábærlega. Þetta var mjög flott. Þetta var góð sókn í Selfossi. Og FH tekur, já, þeir alltaf stillu upp, þeir eiga 8 sekúndur, þetta var hálfrétt hjá hann. Það reyna þess að gera eitthvað. En þetta var, sko, gaman að sjá enn og aftur. Svona unglið, og það segir okkur það að frábær vinna hjá þjálfurum, hvað menn eru búin að skilgreina hlutina flott, eins og í þessu tilviki. Þarna er besta sem hún vilt, er að fá yfirtölu þegar þú ert einu fleiri, leysir inn í 4-2 og reynir að fá yfirtöluna á miðjuna, helst. Þú vilt fá sem víðasta skotgeiran þegar þú ert einu fleiri, sko. Þetta var vel gert hjá hann, bara reyni óheppinn og bara mjög vel gert hjá markmannum að taka boltann. Frábærlega var þetta, var reyndar í milli hæð en hann varði þetta mjög vel. Hvað er komnir, þú ert að merkja við þér, hvernig er markvarslan hjá þeim? Kom 7 bolta í markinu á FH og 5 bolta í markinu á Selfoss. Sérðu það sko, samt sem áður erum við þarna með 7 og 5
sem allt í lagi. Við erum að tala að það hugsanlega fara upp í 14-18 bolta varða í leik sem tvisvar 25, þannig þá markvarslan ekkert allslæm sko. Nei, markvarslan búin að finn sko. 8 sekúndur, hvað setti FH upp? Vilja fá eitt mark, já, sirkus, lentur. Hefur stíð á línuna. Þetta var frábærlega framkvæmt. Hann steig á línuna. Þetta var frábærlega framkvæmt. Óheppinn. En við komum aftur í seinna hálfleik. Já, við komum aftur í seinna hálfleik. Nei, hann steig á línuna. Nei, hann lentur saman. Lagarleikur sem hætti hér á mótmálum með topp 30
lögin á vinsældarlistanum. Smelltu til að hlusta og ég fá fylgja til að eiga nýja tónlist í hverju viku. From Kendrick Lamar's new project, Untitled, Unmastered. Click the banner to hear the full project. Available now on Spotify. Love will get you out there. Drugs will get you out there. Fame will get you out there. Change will get you out there. Juice will get you out there. Já, verið velkomin aftur með okkur inn á útsendingu frá FH Selfoss. Staðan 18-15 í hálfleik. FH-angarnir byrja einu manni færri, 1,5 mínúta í byrjun seinni hálfleiksins. Já, það verður gaman að sjá hvað gerist. Ég er mjög spenntur að sjá hvernig menn hafa útfært framhaldið. Þjálfara beggja liða og leikmenn. Þeir hafa búin að
við veist allir óskup rólegir og tilbúinir í þetta, en ég eitthvað segir mér það að liðin munu fara að vera aggressívar í vörn og vera grimmari vegna þess að það líst engum á það að sé 18-15 eftir 25 mínútur sko. Við erum að tala að sko, og markmenn samt búin að verja þetta sko, hver sókn eitthvað í kringum 17-18 sekúndur sko. Það alveg ótrúlegt sko. Það er mjög mikið tempo í þessu. Skam og upptökustjóran hérna, hún bara eitthvað að kjafta. Sara, vandaði þig. Æja, nú byrjar þetta og FH byrjar einu færri, þannig að Selfoss stýtur að alltaf leggja upp, þetta 1,5 mínúta. Þeir vilja skora 1, helst 2 mörk og fá ekkert á sig. FH hefur verið með undirtökin allar leikinn og aðeins frumkvæðið, en það segir svo sem ekkert núna. 3 mörk ekkert sérstaklega í svona leik. Þeir fara í sama og áðan yfirtölu leysa inn úr horni, kemur yfirtala, það tók 20 sekúndur að skora. Það er jákvæmt að kom nýr markaskora en að Selfossi. Já, þeir þurfa að fá fleiri, þannig kom einn úr horni og skoraði mjög gott. Og það er strákur sem búinn að hvað, 22 eða ekki? Jú, hann var 22. Þannig hann í horninu. Það er svolítið merkilegt að það sé hornamaður sem búinn að fá 22 varnarlega. Jæja, setja þær upp hérna, hending kemur upp bara fljótlega því þeir ekki að gera neitt. Koma þær í, sko, ef það eru klókir þá bara spilar, færir nú horni og skorar. Vel kláraði hann í horninu. Mjög vel klárað, þarna markmaður á að eiga þetta, hann er búinn að færa sig frá stöngin, hann á bara að standa og bíða og fara hann boltan í sig. Algjörlega. Selfoss kemur strax, leysir inn frá hægri, skot og mark. Þannig þeir vinna þetta 2-1 það fyrir 2-0 þennan kafla. Nú verður gaman að sjá hvort hvernig vörnin á Selfoss verður 6-6. Já, þeir eru búin að færa, þeir eru komnir í það, þeir ætla að plúsa vinstri vænginn, telja að mesta hættan sé þar, en í staðinn ég held að það sé rangt hjá þeim að gera þetta svona vegna þess að Veigar fer hann á milli, þetta sem þeir eru búin að gera allan hálfleikinn. Þeir eru að leita að plássinu fyrir Veigar á milli 1 og 2 og hann fær bara meira pláss þegar þetta er gert svona. Ég miklu trú að þeir breyti þessu mjög fljótlega í seinni hálfleiknum. Já, ég held að Selfoss ætti bara að fara í 6-0 vörn sko. Koma þær upp í skotið. Nú Júlíus Bjarnason með 10. varða skot. Já, þetta skiptir máli að markmaður sé að finna sig. Ingvar sagði að hann með þessi 10. varða skot, en ég ætla bara að gefa Ingvar að hann sem þetta rétt. Ingvar veit ekkert hvað hann er að telja þarna niðri. En við treystum okkar tölum. Sko, sérðu aftur nákvæmlega saman. Sérðu Helgi, þetta það sem ég var að segja. Þetta er illa lesið hjá þjálfurum að þessi strákur leitar á milli 1 og 2 og hann má ekki gera það, missa boltan, nei. Hann mista hann eiginlega bara boltan, hann var að kasta hann. Já, hann bara kastaði eitthvað. Veigar var farin í hraðaplöpið. Sér hvað FH fara að gera, þeir eru farin að þjappa. Þeir eru að fara að gefa meira horni og sér hver hornavarnarmaðurinn kominn. Það er glæsilega gert. Virkilega vel skotið hjá Sölva, hann bara beint yfir varnarmanninn af gólfi. Það er ánægilegt að sjá hvað margir hafa mætt hérna í húsið. Það var mjög vel mætt áðan og að sjálfsögðu fleiri frá FH heldur en Selfossi, það er lengra að fara. Líka eitthvað smá þynga á Selfossi núna. Já, og einhver gleði, ég veit ekkert af hverju, það var einhver gleði á Selfossi í gærkvöldi. Vel framkvæmt. En við erum ennþá að sjá mikið af mörkum en á fyrstu 4 mínútum. Já, en sjáðu hvað eru fljótir að fatta þetta. Hvar fara þeir? Þessi 3 mörk núna, hvar fara þau? Þau koma fyrir aftan plúsununa, vinstra megin.
frábær vörn. Það var ekki áhorfendur að lifa sinni leikinn og fer upp í skoti. Þessi mikla trú að þessum dreng. Já, þessu Haukur Páll, ég hef mikla trú að skrifa þetta nafn niður. Þetta er með mikið leikskilningu og er að gera hlutina mjög vel. Ég verð að segja, mér finnst þetta ótrúlegt að Selfoss sé ennþá bara plús út. Já, þeir ætla að reyna þetta áfram. Það sem ég hefði sem þjálfari, ef ég var að plús út, þá ég myndi breyta, ég myndi setja stæðsta mannin út í plúsin. Ég myndi setja Hauk fyrir framann í plús. Hann er að verða nálgast 1.90 þessi strákur. Með góða boltaskilning, góðar hreyfigetu, ég myndi hafa hann í sendetnum. Líka bara, ég veit ekki alveg líka með að plúsa út á hana vinstra megin. Þeir eru bara að opna meira fyrir hinu leikmenninu. Já, en þeir ætla að halda því áfram, þeir eru að vonast til þess að þvinga FH í eins og núna á þann í skot úr horni. Þannig að við sjáum hvað þeir gera, þeir ætla að færa og sér, þeir eru byrjað að færa lengra núna og enn fer að höfnin. Og hann geta fengið víti jafnvel. Þeir verða að loka á þessa færslu sko. Sérstaklega þegar fer hann aftur. Þetta var ruðningur, þarna gerði hann þetta vel, hann steig bara fyrir hann. Varnarmaður hefur fulla heimild til að stíga fyrir. En þarna sjáum við Selfoss gera eitthvað sem voru ekki að gera í byrjun. Nú er það að þétta mikið meira yfir. Já, þeir eru að þétta yfir. Þeir eru að gefa leikmannum 99 og frekar 1 á móti 1 heldur hann leipa honum í gegn hinum megin. Og aftur fer hann út af. Nú eru þeir í vandræðum. FH gæti lent í vandræðum sko. Veigar að fá sína aðra brottvísun. Það eru 19 mínútur eftir að leiknum og þetta var heimskubrot. Hann er búinn að missa hann og þá ítir hann á bakið. Það séu Selfoss leysir strax inn og gerir þetta frábærlega. Mikið kraftur í honum og stökkkraftur góður. En það var einhvern veginn aldrei stressað, hann hoppaði bara í gegn, beigði eftir að koma í gegn og klárar þetta svo bara. Nei, þessi strákar eru ekkert stressaðir. Þeir eru komin það langt í þessu að þeir betri leikmennir, þeir eru ekkert stressaðir. Þeir eru bara fullir af hugrekki og gleði. Jæja, hvað gerir FH núna einu færið? Reyna að taka hérna, boltakross. Taka Júka. Nei, þetta er rangt. Þetta var ekki skref. Hann tekur tvisvar og svo yfir. Hvað er það? Það er ein mistök. Það voru ekki skref en sjáum hvað gerist. Áfram með leikinn bara. Selfoss lítur að leysa strax inn aftur. Fari sama. Fari í innleysingu frá högra horni. Þarna eru þeir, hann voru hefnir FH-garnir, enn og aftur eru komin aftan í, staðan fyrir bara að færa. Ég held að þeir fara út af núna. Róa þetta bara í róleitu. Búið að flauta. Jæja, náður að jafna þetta núna. Höndin fyrir að koma upp bara. Höndin upp, Hárréttur hreyfingar hana. Og þeir skoruðu þetta í rólegheitum. Þeir lönduðu þessu bara, unnu þetta núna þess að þeir vildu 2-0. Og var ekki markað það? Nei, rauningur. Var rauningur, skandal í þessum dómurum. Þetta er ekkert vinir mínir, það er alltaf í lagi, ég get sagt skandal. Nei, þetta var hárrétt. Við treystum. Það voru nú jafn margir aftur.
sjá FH kemur þeir hérna Það var bara tímasviðsmál hvenær næstu maður myndi búið 2 mínútur en nú svolítið mikið aftan í bæði Selfoss. Já, þau sko, liðin ekki að verjast rétt, sko. Þau eru aftan í, þau eru fótavinnan einhverju þetta vegna því nú þetta bæði sterk varnarlið og dugleg á fótum og velvarið. En það engin fótavinna, það engin forvinna í vörninni hjá þeim. Það samt, eins og það mjög burðulegt að þeir gera það stundum en stundum ekki. Já, þeir svona virðist vanta varnarvilja. Selfoss jafnaði. Það svona það virðist einhver hluta vegna að leikur sé aðeins að snúast með Selfossi. Virðist vera meiri gleði, meiri svona vinna í því sem þeir að gera. Og enn aftur fara þeir inn úr horninu þarna. Það var bara vittust ákvörðin að leikmann 99 að fara bara ekki, keyra ekki gegn. Já, hann hafði ekki hugrikið. Hann hefði búið að koma núna tvisvar fyrir, þannig sem hann á bara að fara í gegn. Selfoss getur komist yfir núna fyrsta skipti bara í leiknum held ég. Velvarið, þetta var velvarið. Velvarið, þetta skiptir máli. Sérðu? Vel gert. Frábærlega gert. Þeir hérna. Þeir verða að finna FH ef þeir ætla að vinna hana leik, þeir eru alltaf yfirinda sko, en þeir verða að finna réttu leiðina. Þetta var rangt hjá stráknum að fara þarna. Það var 2 mínútur á svona. Og 2, já. Hann er að fá rautt núna. Þetta var eins rátt eins og gat verið. En þetta þegar út ungur leikmaður og ekki alveg með mikla reynslu. Hann búinn að plata hann, Veigar farin fram hjá honum og stað fyrir að sleppa bara og fyrir hann að hanga í honum. Til hvers? Þetta bara til þess að lendi vandræðum og missir af restina af leiknum. Selfoss finnur bara einhvern annan inni í staðinn. Já, þetta er svona heimskulegasta brot sem þú getur mögulega tekið inn á handboltavellinum. Já. Þetta verður bara að skrifa á ungjaðins hátt. Þú ert bara ungur leikmaður og þarft að læra og þarft að þroskast og þetta er hluti af því að hann lærir að þessu, þetta er erfitt sko. Já, algjörlega. En ef við skoðum rétt á meðan þeir eru eitthvað að laga marka eitthvað skortöfluna að þetta reyfist betur hjá hérna FH mörkin meðan þetta er einn maður komið 13 mörk hjá Selfossi. Það er ótrúlegt í svona leik sko. Veigar enda með 9 hjá FH en þeir eru með 18 af 22 mörkum, 2 Selfissingar. Það er alltaf mikið. Við köllum eftir framlagi fleira. Við sjáum hvað gerist núna. Þeir eru einu færri Selfoss en heldur hann áfram að reyna þessi Haukur Páll að gefa hann aftur fyrir bak. Rekur hann frá, þetta er hárrétt. Þetta eru 2 mínútur. Hárréttur dómur. Hárréttur dómur. Búinn að gefa hann áður en að... Hann búinn að reka hann frá. Þetta var sami leikmaður gerði í fyrra hálfleik líka. Núna bara í burtu. Ekkert meira. Full mikið ákjað þarna í honum. Já, og hann heldur bara áfram uppteknum. Þetta er óhrættur drengurinn. Þetta er... Haukur er bara óhrættur. Þetta er allt og mikið af mörkum. Hérna sá hann 47 mörk á 36 mínútur. Það er rosalega. Núna þeir halda bara áfram að plúsa þó þau séu 5 á 5. Sko, og þá færi í staðin þetta hérna í
þeir eru bara ekki að vinna vinnuna sína rétt núna varnarlega Selfossingar. Ég er nokkuð vissum að þetta var ekki upplegið að maður halda áfram að plúsa. Ég sé að þjálfarinn hjá Selfossi var að kalla á hann, segja hann að vera niðri. Já, ég held þetta þarna tekur sjálfstæða ákvörðun, sá 15 upp úr skónum. Ef hann hefði verið aðeins grimmari þá fengið vítið. Ég held að hann hafi verið sjálfur hissa á hvað hann var komið langt. Hann hafði ekki eiginlega trúið að hann hefði myndað svona svakalega. Ég held að það hefði verið þannig. Og hann hýrðir öll frákost líka drengurinn. Hann er hrikalega ákveðinn í þessu. Já, hann er náttúrulega stór, sterkur, með góðan leikskilning og hann hefur allt sem þú vilt hafa í leikmanni. Ég tala um þegar þú ert 15 ára, 14 ára og þeir koma núna einu færri F-æfingarnir í 10 sekúndur viðbót. Veigar fyrir inn og gerir þetta létt. Ég myndi vilja sjá Selfoss detta niður í 6-0. Já, ég er svolítið hissa vegna þess að þeir eru FH búin að skora held í 3 mörk, 4 mörk með skotum utan að velli meðan þeir eru að fara í sig gegnum brott. Þetta er ekki 5. brottvísin hjá FH í leiknum? Jú. Það er reynda 4 hjá Selfossi, þannig að þetta er svolítið mikið í þessum flokki. En sérðu hvað þetta er vel gert. Vel gert. Dregur 2 í sig, býður, sér að varnarmaður er búinn að selja sig, bara mjúkur bolti í hornið. En hann er búinn að sjá, flestar tvæminir sem við búinn að sjá hérna, eru mjög heimskulega tvæminir. Já, ég held að það skrifast náttúrulega það. Þetta eru það ungir strákar að sko, kappið er ansi mikið og þú ert ekki að sleppa. Þú ert búinn að brjóta, búið að flauta og þú heldur áfram að hanga aftan. Og þetta verður bara að skrifast á hversu ungir leikmenn þeir eru. Koma þeir, gefa línuna og jafna. Þeir eru að vinna þennan kafla einu fleiri 2-0. Já, og eiga ennþá mínútur. Já. Eiga ennþá mínútur, sko. Þetta gæti orðið vendupunkturinn í leiknum. Það eru 10,5 eftir þessu leik, þannig að það er nóg eftir í leiknum. Þetta gæti orðið vendupunktur. Spurning hvað FH gerir núna. Þeir hljóta að reyna að láta boltan vinna þess fyrir sig. Þeir hafa verið að skjóta og fljótt. Já, þeir eru rægir, sko, það eru kemur hann, sérðu, vel í hornið, hendin fyrir upp núna, já, Veigar, kastar. Það er það er aðeins að hörfa núna, finnst mér, F-æfingarnir. Já, þeir eiga mjög erfitt með að spila móti þessum plús þegar þeir einu færri. Já. Það er vantaðum línumannin til að hjálpa sér. Já, það er ekki, línumannin er ekki, en þannig gerðu Selfossingar mistök og þannig að þeir eru að fá mannin inn, þannig að við sjáum hvað þeir setja upp núna. Selfoss greinilega telur leikmannin, Einar, sterkasta leikmanni því þeir plúsa, þó að Einar færi sig yfir á miðjun og þá plúsa þeir áfram, sko, fara þá bara í 5-1, sko. Þannig að það er svolítið merkilegt. Og enn upp inn úr horni og vel framkvæmt. Markmaðurinn er að fara úr og taka færsluna. Hann er að selja sig allt og fljótt. Allt og fljótt, sko. sko. Það er engin reyfing, þetta er bara hann stígur út, opni horni og það er svo auðvitað fyrir hornamann að klára. Já, sko. Það er bara skotið beint. En nú langar mig að spyrja einu. Nú hefur séð það í meistaralokunum að markmanninn tekinn út fyrir einu færi. Já. Er það leiðilegt í fjórðalokum? Já, hann voru að fara í vesti. Það var að fara í vesti, en þessu meistaralokum að þeir megi koma inn á í. Ég reyndar, sko, ég er alfarið á móti þessari, ég vil ekki hafa þetta eins og í meistaraloki.
Ég vil hafa þetta eins og þetta í yngri flokkunum. Ef þú ætlar að spila með aukamann, þá á hann að vera auðkendur sem markmaður. Vegna þess að mér líst ekki á það. Ef að verður slís við þetta þegar menn að gera þetta, hvernig ætla menn að bera ábyrgð á því? Ég vil meina að markmenn er alltaf vera auðkendir. Og þá bara setur markmann í vesti og þá er hann auðkendur og má hlaupinn inn í teginn. Ég held að vanta mark á töflunum. Nei, ég held að sé rétt. Nei, þess að þeir skoru hraðablöfinu náðan, er nokkuð vissum að vanti Selfoss. Heldur að vanti 1 hjá Selfossi? Það vantar 1 Selfossi. Það er frosin tafla. Já, þeir segja hún sé frosin. Þá eiga bara að stoppa tíman. Já, þeir gera það bara. Það er frosin taflan. Frosin taflan, eins og við sáum að Selfoss vann boltan, fór hraðablöf skoraði. Það er rétt. Við vorum að spjalla um markmennina. Já, það er rétt, þið skoruðu 1 þarna. Eins og þá ég held í álurinn að þetta er fyrst skipt sem Selfoss verið yfir í þessum leik. Já, þetta er, bara skoruðu þeir ekki fyrsta mark? Nei. Var FH... Ég held að FH hafi komist 1-0 yfir. Já, trúlega. Vera með yfir 100 allan tíman. Já, það er búin að leiðrétta þetta. Það er hárrétt hjá upptökustúlkunni að þetta hefði verið mark á það. Sara kann greinilega að telja, ég er ánægð með það. Þessi markmenn kunna alltaf að telja. Já. Ger ekkert annað í leikinn. Nei, það er rétt. Rauðringur, hárrétt. Nú held ég að það verður spennandi að sjá hvað þeir gera. Þeir ætla að plúsa núna hérna. FH fara í plús á. Nei, þetta. Ég held að FH tekur timeout og það sem er að gerast núna í leiknum, þetta var sem ég var að segja á hann að sko hægt og rólega hefur Selfoss bara tekið hennar leik yfir. Já, eins og FH-ingarnir voru algjörlega með þetta í höndu sér í allan fyrirháleikinn. Já. Lítu út bara fyrir að vera að sigla sig heim, en svo kemur einhver tímapunktur, þannig að þetta fyrir alltaf ganga mikið, það verður styrðar á sóknarleikunum, það hættur að vera auðvelt og einhvern veginn bara mallar Selfossvélin áfram, það lítur allt alveg eins út, þetta leikmaður í vinstri skítinu, Haukur, frábær. Já, það er 17 mörk, því að það er ótrúlegt, hann getur farið í 24 þess vegna, það er mikið eftir, en þetta er bara, þetta er svolítið í þessum aldursflokki, þá far svo lítið ef þú byrja aðeins að híka og hörfa eins og FH hefur gert núna og hínir koma að malla inn, þannig að þú veist, það getur allt gerst eftir það er svo mikið eftir í þessu leik, það eru sko einhverjar 7 mínútur eftir. En órættu fyrir FH-ingarna að koma. Já, það þarf ekki nema, eins og ég segi, ég lýsi eftir vörnum hjá báðum liðum, þær hafa verið skildar eftir heima í morgun. Já, við sjáum líka, þannig að þóttu sé ekki mörg, en þá er allan að það eru komnir 6 manns á töfluna hjá Selfoss núna, það voru bara 4 í hálfleik. Já, það skiptur meginmáli, þú verður að fá framleið frá öllum leikmönnum. Já, það er svo erfitt ef við báum að liggja bara á 3 mönnum. Já. Það líka gerir þetta þægilega fyrir vörnina. Já, þarna fara að taka smá hreyfingar núna, þeir ætla að fara að reyna að taka Kairó eða taka einhverja hreyfingu, reyna að fá fleiri FH-ingarnir inn í vinnuna. Það sem háir FH er það að hægri vængurinn hefur ekki gert neitt hér í seinni hálfleik. Svo sér þetta núna fínt færi, hafði ekki hugrekki að fara inn, hann verður bara að þora. Hendi upp og mark. Nei. Hot, já. Þess að ég segi það sem hefur gerst hjá FH er það að vængurinn hérna hægra meginn hefur ekki þora. Inn úr horni. Nei, þetta er allt í lagi, hann var að reyna að hendur komin upp. Og nú sjáum við það, nú er Selfoss bara aðeins í rólegheitum, reynir að sigla þessu upp í 3 marka forystu. Nú skiptir máli að vera svolítið klókur í aðgerðum. Og mark. Það er engin vörn. Það er engin vörn. Þeir eru hérna strákarnir hægra megin hjá þeim, bæði hornastrákurinn og bakvörðurinn. Þeir eru rægir aðeins, þeir eru ekki að hjálpa
En það kostar. Nú fer hver... Þetta eru tvær, klárlega tvær. Það var svona kjánalegt. Þetta Hrindur hann að fara út í, fara að taka Kaíró og allir Eibrún eftir hún, Hrindur hún minn. Þetta mjög sérstætt í svona leika, flesta tværmyndar að koma fyrir svona kjánabrót. Já. Fara veljar aftur hornið. Já. Nú skiptir meginmáli hjá FH að fá ekki á sig mark. Minka þetta niður í 1 mark, fá boltan aftur, vinna þennan leikkafla 2-0, þá allt opið. Þetta hleypa honum inn þarna, það verður óhræddur, sko. Stígur á línuna. En við tökum það ekki af selfissingu, þeir eru órægið að skjóta sér og þeir bara og mark. F-fangar eru bara alls ekki að spila neina vörðin. Nei, það er reyndar bæði liðin í sjálfu sér, sko, en þarna áttur að fórna öllu. Þarna áttur bara að fara og reyna að klára þetta. Aftur í horninu. Þeir, sko, þarna inn úr horni og skorar. Stígur á línuna. Þá held ég að þó að séu 4 eftir, ég er nokkurn veginn viss það að Selfoss að sigla þessu heim. Þeir að fara í maður og mann hérna, þeir mega það er allt í lagi. Mega bara ekki taka 1 umferð. Það er engin vörð, það er ekki neitt. Það er ljóst að Selfoss verður Íslandsmeistari í 4. flokki karla yngri. Ég held að það sé ekki nema þeir bara taki strax hérna. Það verður eitthvað að fara í skot, óhræddur. Stoppa. Þeir skella saman. Stoppa strax, þeir skella saman óviljandi, haus í haus. Vonum að það sé ekki alvarlegt. Vona að það sé ekki neitt alvarlegt, þetta var bara óviljandi, þeir skullu saman. Báður að reyna við boltan. Já, þetta var svona eins mikið óviljandi eins og hægt í þessu. Það er 3:10 eftir, 4 marka fórhaldstæði. Hefur þú trúað því að það breytist eitthvað í þessum leik? Mögulega ef Haukur Þraftarsson meiddur. Nei, það stendur upp, eins og þá var ég ekki að sjá Selfoss klúðra öllum sínum sóknum þar eftir. Það er rauninni það sem þarf til þess að FH jafni þetta. Það þarf, sko, FH verður að taka skot bara innan 6, 7, 8 sekúndna, skjóta, skora og helst taka maður og mann. Sérðu, þetta var vel gert, þetta var vel framkvæmt, það var bara óöfnir. Það voru bara óöfnir. Þetta gæti alveg verið inni, þeir eru bara að fara núna maður á mann, ég menna þeir hafa enga að tapa, það er enginn að velta fyrir sér eftir á, hleyp honum inn, óheppinn og skorar. Þessi leikur hefur snúist all verulega hér í seinni hálfleik og Selfyssingar farnir að fagna við og sjá víti, fljótur að sækja boltan, ánægð með þetta, út fyrir bara með að taka víti strax, taka maður og mann, reyna að hleypa leiknum upp og er frábærlega varið. Þetta er búið. Þetta er svona, þetta er bara uppsafnað. Þetta er bara uppsafnað, hann hérna á ekki að hrinda. Þetta var klauðalegt. Hyrfingur uppsafnaður að með honum.
Já, ég man hann á ekkert að hrinda boltinni fari víðs fjarri og það minnir mig á ákveðin línumann sem við eigum sem hrindi stundum óvart. Hann heyrir ekkert í okkur. Nei, það er ágætt. Þeir eru bara að taka strax, óhrættir, bara fara strax í skotið, Veigar eitthvað, það verður bara að taka skotið, fara inn á horninu þó að sé þröngt. Og skjóta, já. Og leikur nú 17 skora sitt 8. mark og Veigar Berg Sigurðsson. Þeir eru bara hleypinn, þeir eiga bara, já. Og góð vörn hjá FH. Ekki brjóta selfissingar. Ekki brjóta. Þetta var hárrétt, ekki brjóta, bara þrengja skotfærið. Þeir gerðu þetta vel. Það sem að þessi leikur er nú svona formulega búinn og hann er bestu leikmaður FH í dag. Ég held að það sé klárt að Veigar sé búinn að vera þeirra besti leikmaður í dag hjá FH. Ég held að hann svona hefur verið að draga vagninn sóknarlega en hann hefur ekki verið nein vörn. Ég held að sjálfur ljós hver verður valinn maður leiksins sko. Ég held að við vitum það að drengur með 18 mörk skoruð í leik hann Haukur að það er ljóst að hann verður valinn maður leiksins. En ég held að það er annar strákur hérna, Haukur Páll, frábær spílari, búinn að gera mikið á góðum hlutum. En ég verð bara að óska Selfyssingum innilega til hamingju með þetta. Þeir virtust aldrei vera hræddir, þeir héldu vinnuna áfram sóknarlega þó þeir ekki gert það varnarlega. En eigum við ekki að bara leyfa myndunum að tala sínu máli og þakka fyrir góðan leik þar sem að Selfyssingar eru vel að þessu komið. Já, við tökum fyrir okkur, við leyfum þess að rúlla hérna, horfum á það sem að fá byggarinn afhendan og silfurverðlaun afhend en svo komum við aftur í næsta leik. Takk hérlega í dag. Takk fyrir okkur. Og hann kemur úr sigurliðinu með 18 mörk, Haukur Örn Þrastason. Já, Haukur kemur að Davíð Gíslason að draga þetta veluninu fram á palli. Já, 18 mörk skorið, þetta þannig. Já, sem klappar veluninu og hann var skútið í myndaböku öðrulega sæti. Og þá ætti að fá annar sæti. Silfur strákar frá FH til frábærleik. Klöppum vel fyrir FH. Flottum leikur veginn að Rós skilji. Og meðan þeirra að fara að klappa hann líka þetta dómarleiksins. Matti að það aftur fyrir þeirra störf og valgirni fyrir eldri störf. Það er því klappa undir FH.
Þá verður að klára hérna aflífuna Róbert Geir Gíslason og Davíð B. Gíslason, þeir eru ekki bræðir þess. Þegar þeir hafa fengið sína síðustu medalíu þá ætla að biðja að koma hérna í marki í hópinu. Það biðja Ágúst og Einar sjálfar liðum að leiða liðin í marki í hópinu og taka í hópmynd hérna. Baldur bróðir ætlar að taka það mynd, þetta biðja að koma hérna í hópinstrókar. Leiðir út í hóp og þá ætla að fá sigurvegara á Íslandsmeistari fjórða kalla Ingrid Selfoss. Við erum virkilega bósta að við spilum draumanandi. Já, þá er ekkert eftir um að hafa þetta byggarinn góðan og þá stíður vantilega fyrirlið leikins fram. Það er því sem náleikins Haukur Þrösturmann og það eru sigurverðir Íslandsmeistararnir í Selfossi. Næstu leikur hefst klukkan 13:00 að Valur og Fjölnir í fjórða kalla eldri.
Svo það þarf að setja samband, ég held að náður ekki á það. Ég skal græða eitthvað. Þú nærðir til ljós, það er starf. En þau eru mjög alveg, þú sér að mannina það.